Samfylkingin hefur legið undir ámæli síðustu daga vegna ákvörðunar umhverfisráðherra að staðfesta úrskurð Skipulagsstofnunar þess efnis að ekki þurfi heildstætt umhverfismat fyrir allar framkvæmdir vegna álvers í Helguvík. Þetta segja Vinstri grænir til marks endalok umhverfisstefnu Samfylkingarinnar sem fyrir síðustu kosningar hafi boðað stóriðjustopp en taki nú að fullu við kefli Framsóknarflokksins í því að viðhalda stóriðjustefnunni. Við þetta bætist svo gagnrýni Vinstri grænna á einkaþotuferðir ráðherra Samfylkingarinnar. Til að ræða þetta eru sest hjá Helga þau Katrín Jakobsdóttir varaformaður Vinstri grænna og Dofri Hermannsson varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar og einn aðalhöfunda stefnu flokksins í umhverfismálum. Velkomin Katrín og Dofri. Svona áður en við vindum okkur í að ræða þessar álversframkvæmdir þarna suður frá, þá skulum við fá að heyra aðeins hvað Ingibjörg Sólrún sagði og hvernig hún presenteraði stefnu Samfylkingarinnar núna stuttu fyrir síðustu kosningar. Mín skoðun svo að allar þær álversframkvæmdir og virkjanaframkvæmdir sem að nú verið að skipuleggja hérna á Suðurvesturhorninu í Straumsvík og Helguvík og virkjanir í því tengdar, að við eigum að slá því öllu saman á frest og við eigum að vinna tíma, við eigum að vinna ráðrúm til þess að gera áætlun, rammaáætlun náttúruvernd og ákveða á grundvelli hennar hvaða svæði við ætlum að taka til virkjanaframkvæmda og hver ekki. Þetta hljómar nokkuð skýrt. Dofri, hvers vegna á þetta ekki við núna þegar við verið að ræða Helguvík? Það sem við vildum gera þegar við fórum til stjórnarviðræðina var að fara í Fagra Íslandi eins og sagt hefur verið frá. Það gekk út á að vinna þessa rammaáætlun náttúruvernd sem Ingibjörg talar þarna og að meðan ekki farið frekar í stóriðjuframkvæmdir. Nú get ég sagt þér nánar frá því á eftir hvernig nákvæmlega út á hvað nákvæmlega Fagra Ísland gengur. En það sem að stóð út af var að þær þegar farið var í viðræðurnar var að það sem er komið á stað og Helguvík byrja nú undirbúning sinn 2006 að það ekki hægt að stoppa það. Þannig að það var ekkert í raun og veru, það var ekki þá verið að ræða Helguvíkur álver þegar var talað að það ætti að setja stopp á stóriðju. Það talað að fara ekki í nýjar stóriðjuframkvæmdir eða frekari stóriðjuframkvæmdir og eins og ég segi þá var Helguvík hófst undirbúningur hennar 2006 og af því að þú vitnar nú þarna í formann minn þá vil ég vitna í formann Vinstri grænna líka. En 2 dögum eftir kosningar þá sagði hann einmitt í sambærilegu viðtali: Við förum alltaf í allar viðræður með það að markmiði að reyna að ná sem allra mestu fram en það þýðir ekkert að fara fyrirfram með eitthvað ultimatum með úrslitakosti inn í slíkar viðræður. Þá geta menn alveg eins sleppt í. Og fréttamaðurinn kveikti á því að þetta gæti nú þýtt Helguvík og spurði hvort að Helguvík gæti þá sloppið í gegn og þá sagði formaður Vinstri grænna: Ef að þannig að það ekki tæknilega og lagalega hægt að stoppa hana nú þá standa menn frammi fyrir því. Og það svolítið það sem við höfum staðið frammi fyrir. Og hvers vegna? Vegna þess að sjálfsákvörðunarrétturinn farin og hann hjá sveitarstjórnum? Nákvæmlega, skipulagsvaldið komið til sveitarstjórnum. Katrín, ertu að kaupa þessar skýringar Dofra? Ég spyrir bara beint þannig. Ég er ekki sammála þessu mati að ákvörðunarrétturinn sé farin. Ég held að það sem hér hefði umhverfisráðherra átt að gera, hún hefði átt að láta reyna á þetta, hvort að hægt væri að úrskurða Landvernd í vil, að fara í heildstætt mat á umhverfisáhrifum Helguvíkur, láta á það reyna hvort að halda í heiðru þá grunnreglu umhverfisréttar að náttúran eigi að njóta vafans. Því það snýst þetta og umhverfisráðherra talsmaður náttúrunnar inn í þessari ríkisstjórn. Ég tel að hún hefði átt að sýna sinn pólitíska vilja í þessu máli með því að gera þetta og þá láta á það reyna fyrir dómstólum. Að þú talar að þessi skulum segja ákvörðunarréttur stjórnvalda sé ekki lengur til staðar, þetta sé eitthvað sem sé meira hjá sveitarfélögunum. Þá skulum við fá líka að heyra annað sem Ingibjörg sagði í þessu sama viðtali. Já, þú mátt bara gera leið, við erum búin að sjá það sem Ingibjörg sagði líka í þessu sama viðtali. Það sem að mér finnst verst í þessu þegar verið að ávísa þessu algjörlega á orkufyrirtækin og álfyrirtækin og sveitarfélögin að þar með eru stjórnvöld að fría sig ábyrgð og eins og talað þetta mál núna þá eins og þetta sé bara ákvörðunaratriði til dæmis Hafnfirðinga hvort að verði virkjað í neðri hluta Þjórsár. Það ákvörðun stjórnvalda, það stjórnvöld sem eiga að bera ábyrgð á því og það stjórnvöld sem eiga að móta stefnuna. Já, ég held aðeins bregðast við fyrst sem að Katrín sagði þetta úrskurð umhverfisráðherra. Hún var að úrskurða kæru Landverndar það hvort að Skipulagsstofnun hefði nýtt sér heimild og farið efnislega yfir þau rök hvort að það ætti að meta þetta sameiginlega ekki.
Svo kemur ljós því miður dálítið seint í þessu ferli hjá umhverfisráðherra að Skipulagsstofnun hafði tekið málefnalega afstöðu til þess. Þannig að þá féll dálítið botninn úr kærunni. En gat hún ekki látið á það reyna samt? Var það ekki þess virði ef að menn trúa jafn heitt og innilega á það að það eigi ekki að fara út í frekari stóriðju á Íslandi og trúa því sem Ingibjörg var að segja að þetta væri fyrst og fremst verk stjórnvalda og það væri ekki við hæfi að stjórnvöld vísuðu þeirra ábyrgð frá sér. Á pólitískur ráðherra þá ekki að taka slagið með sinni sannfæringu? Botninn datt úr kærunni af því að þeir kærðu það að Skipulagsstofnun hefði ekki tekið efnislega afstöðu til þessa ákvæðis. Svo kom í ljós að Skipulagsstofnun hafði tekið afstöðu. Þannig að kæran sem slík það var botninn dottinn úr henni. En miðað við það sem þið eru að segja núna, Dóri, svo við höldum okkur aðeins við þetta, var þá ekkert að marka það sem að formaðurinn sagði fyrir kosningar þessi atriði? Bæði varandi það því það skildu ykkur margir þannig að þið ætluðu að taka algjörlega upp á ykkar arma stefnu Vinstri grænna algjört stóriðjustopp, en núna snýst þetta eitthvað stóriðjustopp á eitthvað stóriðju sem ekki ennþá komin til umræðu. Við gerðum miklu meira en að taka upp stefnu Vinstri grænna, við gerðum miklu flottari stefnu heldur en þau. Og það þetta en hvar er hún núna? Fagra Ísland gekk út á það að fara í þessa rammaáætlun sem Ingibjörg sagði í fyrra einslæginu sem það spilaðir. Vinna þar að einhvers konar skipulagi sem geti skapa sátt það hvað þetta nýta og hvað mætti nota með einhverjum öðrum hætti og meðan ætti að fresta þessum stóriðjuframkvæmdum. Þegar við förum í stjórnarsamstarfið þá náum við nokkurn veginn öllu fram sem við ætlum okkur í Fagra Íslandi. Út af það gengur Fagra Ísland en ekki það sem var í pípunum þegar við gengum til samstarfs og settum ekki ultimatum frekar en Vinstri græn. Þetta hljómar nú allt daldi kostulega eiginlega í mín eyru og ég verð að segja það að fá þessa stefnu sem vissulega ágætt. Ég ætla nú ekki að fara að tala um að ein stefna taki annarri fram. Ég vil bara ítreka það að við lögum fram mjög skýra stefnu fyrir síðustu kosningar stóriðjustopp eins og við töluðum og þú rifjaðir hér upp á það. Skildirðu Samfylkinguna? Samfylkingin tók þetta upp nánast óbreytt og ég held að allir hafi skilið það þegar þau töluðu stóriðjuhlé að það væri auðvitað átt við þær framkvæmdir sem ekki væri búið að ráðast í. Og þá ég að tala um Helguvík og þá ég líka að tala um álver á Bakka og Húsavík. Nú það hljóð í stróknum að Samfylkingin og Akureyri var að álykta það að fagna því að vel gengi með undirbúningi álvers á Bakka. Ég spyr nú eiginlega hvert þetta stóriðjuhlé farið. Ef við horfum bara á umhverfismálin þá þetta pólitísk spurning fyrst og fremst og það skiptir máli hvort við setjum umhverfismálan í forgang eða ekki. Þau virðast ekki hafa verið sett í forgang í ríkisstjórnarsamstarfinu. Ég ætla ekkert að gera ráð þeirra eitt né neitt upp en mér sýnist að minnstakosti sem svo að ríkisstjórnin ekki að taka upp málefni náttúrunnar eða umhverfisins. Þarna hefði ráð þeirra færa á að svona slá tilbaka í þessu stóriðjuæði sem hefur gengið yfir þjóðina og gerir það ekki og ræðir að hugsanlegar lagabreytingar, stjórnarskrárbreytingar. Við þurfum aðeins að horfa á það að hér hefði fólk geta verið betur undirbúið. Til dæmis með lagabreytingar og annað í tengslum með þetta. Horfum bara á ýmsa aðra ráðherra sem hafa verið að koma málum í gegn. En áttu að taka áhættuna á að baka hugsanlega ríkinu þá skaðabótaábyrgð? Já, við höfum sagt það að það ekki, stóriðjuhlé geta alveg kostað sitt. Við höfum alltaf sagt það. Er það ábyrgð pólitíka að verða menn ekki einfaldlega klára þau sem byrjað á? Er það ábyrgð? Nú eru menn nýteknir við í ríkisstjórn. Er það ábyrgð pólitíka að halda bara áfram með sömu vitleysunum frá fyrir ríkisstjórn? Ég held ekki. Það er ekki ábyrgð pólitíka að halda áfram með sömu stefnu til dæmis í virkjanamálum og hér hefur verið og við vitum það alveg að þetta álver mun líklega kalla á miklar virkjanir þegar það fer í fulla stærð. Hér hefur verið rætt Þjórsá í þeim efnum og það er náttúrulega gríðarlega ábyrgð að hleypa svona framkvæmt af stað áður en fyrir endan sér. Dóri, hvers vegna Samfylkingin ekki búin að nota þann tíma sem hann hefur setið í ríkisstjórn, sem nú þrátt fyrir allt nokkuð margir mánuðir og það nú þrátt fyrir allt búin að vera nokkuð margir starfsdagar á Alþingi á þeim tíma, til þess að breyta þá þannig lögum hér að hún sé þá betur í takt við það sem Ingibjörg var að tala um áðan, að stjórnvöld hafi þá eitthvað það að segja og geti þar að leiðandi komið Fagra Íslandi í verk. Ég bara þakka kærlega fyrir að minnast á það því að það er akkurat það sem við höfum verið að gera. Umhverfisráðherra með frumvarp í Alþingi nákvæmlega landskipulag en eins og þið viti bæði þá vandi náttúrulega sá að skipulagsvaldið hefur verið fært til sveitarfélagana. Ég þekki enga sveitarstjórnarmenn sem treystir sig til þess að segja nei við 100 eða 200 störfum neins þar. Þannig það bara. Og mörg þess að sveitarfélög búa við mjög þröngan kost, þannig að ég hef ákveðna vorkunn saman með þeirra sjónarmiðum. Við erum hins vegar með frumvarp fyrir Alþingi að búa til ákveðið landsskipulag sem að væri ofar skipulagi sveitarfélagum. En
það bregður svo undarlega við að málið er núna í nefnd og Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna, hann er á móti því. Þannig í rauninni er þetta Vinstri grænum að kenna að þegar geta komið ykkar... Af hverju þið á móti því að við tökum aftur skipulagsvaldið til okkar? Ég þekki nú ekki nákvæmlega drög þess, en mér finnst þetta samt álíka kostulegt að tala um það að þið getið ekki komið ykkar umhverfisverndarstefnu í verka því að það sé þingmaður Vinstri grænna að gera við getum alveg komið henni í verk þrátt fyrir ykkur, en það skiptir skökku við að þið sem að segja það að við séum að kópíra ykkar stefnu sem er svo fráleitt af því okkar gengur lengra því að í sambandi við þessa rammaáætlun og náttúruvernd. Það er svolítið kostulegt að heyra þig þá segja að við höfum ekki komið með neina tillögur. Hvar eru tillögur ykkar? Af hverju þið á móti því að við náum aftur tökum á málinu? En Dóri, leiðum mér að spyrja þig núna. Þú ert einn af höfundum þessa fagra Íslands, þessara stefnu samfylkingarinnar sem að minnsta kosti Katrín og fleiri skildu sem þannig að myndi boða hér algjört stóriðjustopp. Ertu sjálfur sáttur við endirnar af því hvernig þetta kom inn í til dæmis stjórnarsamstarfið? Hefur ekki viljað að ertu til dæmis sáttur við það að þessi ákvörðun hafi verið tekin Helguvík núna? Við vildum rammaáætlun náttúruvernd. Við vildum fresta frekari. En það sem þið gerðu og hvort þú sést sáttur við það, ertu sáttur við það? Og við vildum friða ákveðin svæði og við höfum verið að vinna í rammaáætlunu. Það er búið að segja að það verður ekki farið inn á nein frekari órösku svæði. Já, en ég er að tala um álverið í Helguvík. Álverið í Helguvík er það sem ég myndist á hérna í upphafi. Það var komið í pípurnar þegar við förum og ræðum Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þið hefðu aldrei getað stoppað það? Við hefðum getað stoppað það með því að setja einhvers konar ultimatum fyrirfram eins og Steingrímur J heiktist á að gera. Þannig að Fagra Ísland var ekki í forgangi þegar þið fóruð í ríkisstjórnar... Fagra Ísland gengur ekki út á að taka Helguvík aftur. Fagra Ísland gengur ekki út á það. Fagra Ísland gengur út á að leysa málin til framtíðar. Ég taldi að þetta gengur út á að fara ekki frekari stóriðjuframkvæmdir og væntanlega þá Bakki í Húsavík ekki frekari stóriðjuframkvæmdir, heldur líka eitthvað sem er bara búið ákveða. Þá er bara ekki lesið stefnuna sem þú segir að þau tekið upp eftir ykkur. Nei, ég bara spyrði, hvað eru frekari stóriðjuframkvæmdir? Ætlið þið þá að standa líka álver á Bakka? Ætlið þið að standa, olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum að þið það var búið að nefna hana hér einhvern tímann? Það var aldrei búið að nefna hana. Ég bara velti því fyrir mér, með orð og athafnir. Því það er náttúrulega það sem þetta snýst um. Og það að koma hér og tala um að Steingrímur J Sigfússon hafi talað um eitthvað í einhverju viðtali, ég held að það sem við þurfum að horfa á er hverjar eru athafnir núverandi ríkisstjórnar í umhverfismálum. Hlýtur það ekki að snúast um það? Og það eru mér að því snýst þetta ekki um málamiðlun, Dóri var að vitna í Steingrim. Ég nefnilega fagnaði þessari stefnu Samfylkingarinnar, alveg eins og ég fagnaði frambúði Íslandshreyfingarinnar, því mér finnst mjög mikilvægt að umhverfið eigi sér marga talsmenn og það skiptir það máli að athafnir fylgi orðum í þeim. Ég ætla að fá að koma inn á eitt. Það er þessi einkaþotuferð og það voru mikið læti á Alþingi Íslendinga í dag. Þar voru tveir fullorðnir karlmenn að rífast ferðalag með þotu, Ögmundur Jónasson og Geir H. Haarde. Ég langar að spyrja þig svolítið um þetta, Dóri. Rúmast ferðalag með einkaþotu, ferðalag Ingibjargar Sólrúnar og svo Björgvins G. Sigurðssonar þetta, rúmast það innan Fagra Íslands? Áttu við hvort það hafi kolefnisjafnað ferðina? Já, eða bara hvort þetta sé í samræmi við hvernig þetta hljómar nú oft, beita hagrænum hvötum og öðrum áhrifaríkum aðferðum til að minnka notkun mengandi eldsneytis í samgöngum. Ég held að það sé nú ekki fyrst og fremst verið að tala um það hvort að það er tekin þota til London og svo eitthvað annað og svo þriðja legginn eða hvort það er flogið beint. Ég meina auðvitað er stundum hagkvæmara umhverfislega að fljúga beint heldur en í marga leiki. Það skal ég ekkert segja um. Mér finnst aðalmálið í þessu máli er að við viljum hafa þetta fólk í vinnu, sérstaklega af því að það er dálítið ótryggt umhverfi í bankamarkanum og efnahagsmálunum. Þá vil ég frekar hafa þetta fólk í vinnu heldur bíðandi á Heathrow 5 eða í Luleå og í Svíþjóð. Örstutt, Katrín í lokin, finnst þér þessi spurning um umhverfismálin, finnst þér það vera atriði varðandi þessa blessuðu einkaþotuferð? Ég held að það skiptir máli í öllu að ráðamenn sýni gott fordæmi í því hvernig þeir ferðast og ég held að of margar flugferðir séu tvímælalaust ekki gott fordæmi. Ég skal ekkert segja um það nákvæmlega frekar en Dofri hvort að þetta voru einu eða fleiri flugferðir. Ég held að skipti miklu máli að ráðamenn sýni gott fordæmi en líka held ég að þetta séu svona kannski skringileg skilaboð til þjóðarinnar um ferðamáta að fara á þennan hátt. Við skulum láta þessu loki. Þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna. Takk.